Já, hún kemur eftir augnablik. Á ég tala þá lengur. Emil, vilt þú núna? Herru, ef við þú ekki bara standa á fætur og biðja fyrir þessari samkomu fyrst við erum hérna öll mætt. Öll sömul. Elsku heilagi Faðir, ég legg þessa samkomu í þínar hendur. Ég legg það í hendurnar þér að við náum að fylla þetta hús í næst þegar við gerum þetta. Við ætlum að snerta við hjörtunum á fólki inn í kvöld. Við erum með málefni, við viljum ekki missa fólk svona. Við viljum ekki missa það svona fljótt. Við viljum fá að njóta. Við viljum fá að vekja athygli á þessu verðu á málefni. Þannig að elsku heilagi Guð, blessa þessa stund sem við eigum hérna. Amen. Góðkvöldi, Guðbjörg heiti ég og bara takk Andrés fyrir það sem þú ert að gera og þið, Bjössi og Gunnar og allir. Ég ætla að fá að gera eitt fyrst hérna, svo að ég geti bara græja eins iPad-i minn. Fyrirgefðu mér. Hann bleið svona autolokk á honum sko. En þeir báðum að koma í kvöld. Fyll í skarðið fyrir Lefty sem lasinn heima. Við bara segjum hæ Lefty og biðjum bara góðan bata. Og báðum við líka að koma með vitnisburð. Og þegar ég fór að taka þetta saman og þá eiginlega, já, mætti segja að öll þessi lög sem ég að fara að syngja, þau snúast allt það. Hversu þakklátt ég að vera bara á lífi í dag. Af því ég hef sjálf verið á þessum stað. Og að langa ekki að lifa lengur. Sorry, og mér finnst það bara alveg magnað og við erum öll búin að missa að fullt af fólki búið að fara og nú síðast bara daginn ung stelpa en fyrsta lagið þetta er fyrsta lagið sem ég samdi bara sem ég hef bara samið og það var rétt eftir að eftir að ég tók á móti Jesú og það var akkurat upp úr svona líferni sem að hefði sannlega getað dreifið mig til dauða. Þannig að við skulum bara byrja þetta. Þú opnaðir dyrnar fyrir mér. Ég hafði lokað þeim hríð. Á förnum vegi gleymdi ég þér. Tíma litla barnið oft gleymir sér. Og hve það erfitt að þjóna öðrum en þér. Hinum sem að eyðinguna ber heldur stríðinu móti þér. Elsku Jesús, elsku Jesús. Nú þig hef ég fundið og minn veg að eilífu saman, þú og ég.
treysti þér fyrir hverju sem og leyfi þér einum að stjórna mér. Hve yndislegt það að leyfa þér einum að stjórna mér og hinn sem að eyðinguna ber, hann mun lúta höfði fyrir þér. Elsku Jesús, Jesús, Jesús minn. Takk Jesus. Ég ætla að kynna hérna Emil. Ég var að klappa fyrir honum. Næsta lag heitir You Are The Reason Why I Live. Hann svo sannlega búinn að bjarga mér oft og mörgum sinnum og hann ástæðan fyrir því að ég lifi og stend hér í dag. You are the reason why I'm here. You are the reason why I breathe. You are the reason why I give. You are the reason why I live. Jesus, you're the one for me, and I only want to live for you. Jesus, oh Jesus, you're the only reason why I live. The only reason. You are the only reason. I only want to live for you. I only want to be with you. I will do anything for you. My whole life belongs to you. I only want to be with you. I only want to live for you. I will do anything for you. My whole life belongs to you. Oh, 'cause Jesus, you're the one for me. Yes, and I only want to live
Takk Jesus. Takk Jesus. Dísi Guði. Síðasta lagi sem við tökum er kvöldbæn og það er akkurat þetta líka. Lífið bara dynur á okkur og texturinn eftir langa afa minn, hann hefur verið í mólum þegar hann samt þetta. Þessa bæn til drottins og hún hafði uppi líka. Þegar sígur svefn að augum mínum og sorgir dagsins angra hjarta mitt, þá vef mig Drottinn vendar armið þínum, mér vakir yfir náðarauga og gef mér Drottinn hreina trú í hjarta, í hæðir til þín bænin lyftir sér. Og láti myrkrið ljós þitt skína bjarta, svo lífsins dag ég fái helgað þér. Synda sárins mislum þínum sem svíð og blæði minni spilltu sár. Æ, sárt mig þyrstir, svala þorsta mínum, svo súpi ég glaður hinstu lífsins skál. Hinstu lífsins skál, hinstu lífsins skál. Lífsins skál. Dauðans nóttin langa og dimma tekur aftur lokast brár. Þá leið þú mér í ljósi þín að ganga, í lífsins blæ þeirrar gjörvöll tár. Ævisól að hafsins djúpi hnígur og hinstu geislum varpar foldu á. Og kaldur dauða svefn á augun sígur og sonur Guðs mér yfirvaktur þá. Mér yfirvaktu þá, mér yfirvaktu
er yfir vaktu þá. Klapp fyrir Emil. Takk, Jesus. Á ég vera bara hér eða hvar á ég vera með vitnisburðinn? Já, eins og ég sagði, þá hefur líf mitt verið þyrnum stráð og okkar allra. Og það eina sem að bjargaði mér var Guð. Og ég bara villi mig tilhenga þessum vitnisburði það að var eins og varandi lagið You Are The Reason. Það kom tímapunktur þar sem að allt sem ég sá var bara hvíld að eilífu. Allt sem ég sá, allt sem ég þráði var hvíld að eilífu. Af því að lífið var bara allt og erfitt. Og svona átti ég svolítið erfitt með mig áðan af því að ég bara það var einhvern veginn allt búið og ég skil það svo vel að fólki langar að deyja og það einhvern veginn, er búið að plana jarðarförina og spáði jafnvel hverju myndi koma og og svolítið grátbroslegt allt saman. En ég sagði við Guð, þú verður að taka mig heim. Ég get þetta ekki. Ég þrá að fara heim. Ég þrá að koma bara til þín. Og á þessum tímabúti þá var þetta lag til. En hann er ástæða þess að ég er hérna. Hann tók mig ekki og ég tók ekki mitt eigið líf sem betur fyrr. Dýr sé Guði fyrir það. Dýr sé Guði. En ég skil það svo vel. Það eina sem þú þráir er hvíld. Þú ert algjörlega búinn á sálarlíkama, öllu. Og eins og í mínu tilviki þá bara snerist allur heimurinn á móti mér. En ég er þakklátt fyrir þessa tíma í dag. Spái, ég er rosalega þakklátt fyrir alla sem að særðu mig, alla sem að stungu mig, allt sem gerðist, öll þessi áföll, endalaus áföll, hvert og fætur öðru. Og ég stend, maður getur ekki. Og ég lifi bara honum. Og það er gott líf, þrátt fyrir allt. En það er honum að þakka. Og hann er virkilega búinn að breyta mér og gera mig að þeirri manneskju sem ég er í dag. Hann er ástæða sem ég gef. Og ég get gefið meira af mér vegna þess að ég gekk í gegnum þessar hörmungar. Ég get alveg talað í allt kvöld hvaða hörmungar og hvernig og hvað. En það er alveg nóg. Ég veit að við höfum öll gengið gegnum veruleika. Sumir misminni mikið. Og og ég get sagt með sanni að ég er í dag þakklátt. Og ég er að sjá lækningu í lífinu mínu. Hann sendi fólk í lífið mitt. Hann sendi kirkjuna mína og þau sem hafa farið fyrir Sigurbjörg, Alli, hann hefur sett Ásmunda fullt af fólki og svo að engi sér fúll að þá bara allir, ég er að segja kirkja mín, það er ótrúlegt hvað Drottinn hefur gert, sent fólk í líf manns og þetta snýst allt það að bara gefast upp
gefast upp. Ég gafst upp á þessum tíma. Ég meina, svona reynsla gerir ekkert annað en að láta maður bara gefast upp. Hvað gerist þá? Þá fer maður að biðja. Og í þetta gerði það verkum að ég dróst nær Guði. Þú veist, ég fór að leitast eftir að finna hann. Og hann mætti mér, þú veist. Hann mætti mér. Því miður þá eru sumir að núti sem að verða jafnvel reiður út í Guð. En hann mætti mér og ég bið þess svo innilega alla daga, þeir sem hafa gengið gegnum hörmungar og eru kannski reiður út í Guð, að þeir fá að upplifa sama og ég á endanum. Þeir gefur mér bara ding ding ef að ég er farin yfir tíman. En ég er svona fyrir að klára. Að frekar að biðja til hans, segja bara Drottinn og ert þarna, mætti mér. Og ef þú ert þarna úti að þjást, þá bara skora ég á þig og ég hvet þig, biðja hann að koma. Þú hefur enga að tapa, þú hefur bara allt til að græða. Og ég bara þakka fyrir einn og sérkvöndin inni og er þakklátt fyrir að hafa komið. Hafa hlaupið í skarði fyrir Lefty og bara takk strákar, bara þetta er magnastarf og við þurfum svo sannarlega á þess að halda. Ég get líka að tala um það eru fullt af fólki sem er búið að fara og frá mér sagt, á þennan hátt. Þannig að ég er all in að berjast gegn þessu með ykkur í Jesú nafni. Amen. Já, góð kvöldið, ég heiti Pálmi og já, bara yndislegt að fá að vera hérna í kvöld með ykkur og þegar þennan með mig til að byrja, ég tek 2 lög fyrir ykkur í kvöld og já, ef við ekki bara byrja þetta. Er það ekki? Algjörlega. Geggjað. Æðislegt að sjá okkur. Ég heiti Gunnar. Jæja, það fámennt að koma Inga staðinu, þannig ef við ekki bara standa upp þótt við séum fá fyrir þetta lag því að við ætlum líka að vera glöð í kvöld. Við ætlum að tala líf inn í fólk hér inni, þarna úti og við erum öll hérna fyrir náð Guðs og þetta lag heitir hvað? Hvað heitir lagið? Mannstæð. Þetta lag heitir Takk fyrir að finna mig. Því ég var týndur, Pálmi var einhvers staðar. Já. Já, fastur inn í herbyggi, vegginni til það að ég mengur og ég kemst ekki. En ég þekki ekki andlitið spegli myndinni, ég þekki ekki þennan gaur sem lifir ekki syndinni. Ég er ekki myndinni, sé ekki lengur blindandi. Eitthvað gerðist þegar ég leyfði honum að finna mig. Ég er hægt að lyfta við, það er hægt að lyfta við. Eina sem ég þurfti að gera var að finna þig. Ég veit í fyrstu eiga eitthvað sem lætur við segja. Hér er ég, hérna á ég heima, það sem þarf ekki að reyna að feika af svo þú veist hvað ég meina. Þú finnur ástina heitt og tilfinningu reyna. Það er ekki að reyna því ég sannleikurinn gerir mig frjálsan en ég vil upplifa mig heilan, jó en alls ekki hálfan. Ég sé mig stara mánan og finna frið. Takk fyrir að sjá það að þú vildi finna mig. Come on. Já, takk fyrir að finna mig. Já, takk fyrir að vera til. Já. Já, takk fyrir að gefa frið. Já, takk fyrir að finna mig. Wow. Já, takk fyrir að finna mig. Já, takk fyrir að vera til. Já, takk fyrir að gefa frið. Oh my God, takk. Já, ég byrja þennan dag bara á því venjulegi svo að bryðja.
Því ég man, þegar ég var týndur það var erfitt að vera einn og erfiður tímum Erfitt að spila leik umkringdur fílum Erfitt að vera heill fastur í glímum Erfitt að vera á botninum að reyna stífum Erfitt að vera frjáls eins í viljanum mínum Alltaf lappandi á, glensandi á Erfitt að viðurkenna vandamál og biðja hjálp Ég viðurkenndi vanmátt og opnaði hjarta Bað hann að finna mig en að var þarna alltaf Svo það ekki séns að ég fari tilbaka Að reyna að opna dyr sem eru fastar Bið hann alltaf daga að gefa mig vilja styrk Og taka honum alltaf fyrir það að finna mig Jó, takk fyrir að finna mig Jó, takk fyrir að vera til Jó, takk fyrir að gefa frið Jó, takk fyrir að finna mig Jó, takk fyrir að vera til Jó, takk fyrir að gefa frið Jó, takk fyrir að vera til Oh my god, takk Takk Pálmi Takk fyrir að hafa mig með And so the question that you chose to ask, will it be better where we're going? And though the answer I don't know for a fact, still my heart is saying, oh yeah. Ef ég hugsa tilbaka allan þennan tíma sem að ég hef veitir upp í staði fyrir það að skína Ég vildi óska þess ég henda á minningarnar mínar En ekki bara brot fullt af tímum sem að týnast Ef ég væri ég og hluti væri eins og síðast Það væri ekki svona erfitt að byrja aftur að klífa þetta fjall upp til skýja Nýtt afl sem ég fíla, nýja tilfinningar fyrir rauðu blaðsíðurnar mínar Byrja á litlu dansi sem ég dansi í takt í hjarta mitt Og segi frá minni reynslu og hvar það var sem að ég rasaði Ég passa mig í dag, fara ekki aftur þarna inn á sama stað ég var Endalausi flakkarinn, mér líður eins og ég segi alltaf sama kjaftaðinn Við alla þá sem trúa mig og alla sem ég rakkaði Alla þessa fjölskyldi sem á endanum glataðist Og allt annað í kringum mig sem ég síðan glataði Það bara treysta og trúa 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 Ég hef svo oft stíð vitlaust, hef oft lappað á Ég hef oft verið sá sem að fokkar smá En vá, ég sneri við og ég tók oft þar úr lás Og lappað inn hurðar sem ég oft bara sá Ég var brotinn og broti gátu ekki verið límt Lífið eins og púsli, spila púsli voru týnd Engin tilfinning en ég sveifum eins og ský Fjall síðan á botnin og var lengi klórandi í Ég hef dáið og mér fannst það ekki vera spes Og ég rétti fram hendina og Guð hjálpaði mér Hann leyfði mér að sjá og hann leyfði mér að fá Allar tilfinningar svo við gæti liðið verið sver Ef ég hefði ekki allt sem ég hef þá væri lífið ennþá myrkur og ég væri ekki með Einhver allt annað ég sem að stjórnaði mér En nú er tíminn minn kominn að gera það sem ég ger Það bara treysta og trúa 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 Takk æðislega fyrir mig, bara yndislegt að fá að vera hérna með ykkur. Hæ, já eins og þið þekkjum öll náttúrulega það, þú veist, þetta er náttúrulega bara fjölskyldu minna. Ég heiti Gunnar og ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma í kvöld. Ég á að vera með vitnisburð, þú veist, bara Gugga Lísa og Pálmi, bara takk æðislega, þú veist, takk æðislega fyrir að koma. Þannig að, ég veit ekki, þú veist,
það var svolítið, þú veist, eins og Andri sagði áðan, sko, ég var að tala daginn, sko, það voru á 2 vikum voru 6 manns sem tengdust annarkvort mjög góðum vinum mínum eða mér, eða bara bróðum mínum, honum Jóa, fólk að deyja. Ofstóru skammtar, sjálfsvíg og annað, og það var svo mikið að gerast, þetta var alveg bara svona, já, þú veist, og síðan maður fer kannski á fund, þú veist, þá er maður að heyra þetta svo reglulega, síðan kemur að því að bara freka góðu vinur minn, hann hét Margeir, svo þetta er Margeir, bara einna betri listamönnum að mínu mati og myndlistamaður, og ég einhvern veginn bara svona, já, þú veist, fann eitthvað, skilur, en samt bara, já, þú veist, enn og aftur, skilur, enn og aftur, og þegar ég bara satt í sætuna þá fór ég með að hugsa bara til hans, þegar þú veist að tala þetta, þá er ég bara, þú veist, þetta er svo, ég veit ekki hvað að segja, sjúkt leiðilegt eða hvað það er, skilur, og þú veist, það er, ég ætla að segja eitthvað svolítið svona hvar ég var og hvernig núna, sko, en sko, mín skylda sem bara Guðsbarn við önnur Guðsbörn sem ég fekk að læra svolítið hvað Guðsbörn eru í gegnum góða vini og Guð, að mín skylda er einhvern veginn að tala líf í fólk, því að sko lífi fyrir mér einhvern veginn einu sinni, skilur, var bara, þú veist, ég var að sjúga líf úr fólki, skilur, bara með slæmri orku og annað, og ég var svo upptekinn að sjálfum mér, og þannig, skilur, ég var svo upptekinn að sjálfum mér og fastur í efnum og annað, skilur, ég var svo upptekinn að sjálfum mér að spáði ég því að vera það upptekinn að sjálfum sér og sjá ekki lífið að nóti, þú veist, það er svolítið sorglegt að segja, mér langaði bara, þú veist, ég nefndi þess ekki lengur, sko, þú veist, ég sá ekkert einhvern veginn, okkur að ég einhvern veginn ætti að lifa þessu lengur, skil, ég er ekki meika að ég, þú veist, og þú veist, ég hef oftar en einu sinni þurft að fara upp á spítala bara út að, skilur, að kalla hjálp, sko, en svo hvað lýsa þá var það eitt sem gerðist og það var eitt sem gerðist ég ákvað að vera edrú en eins og ég segi ég reyndi að gera allt einhvern veginn sjálfur og það misheppnaðist allt einhvern veginn, þú veist, ég þurfti að treysta hún stærri en ég og það var bara einhvern veginn Guð og þegar ég var tilbúin til þess að treysta honum þá einhvern veginn, skilur, sá ég lífið, skilur, einhvern veginn sá ég lífið, fattaði að já, mín skylda er einhvern veginn að reyna að tala líf í fólk og því að elska fólk er einhvern veginn að elska sjálf mig, sko. Og þú veist, við erum fáin í kvöld og þú veist, þetta skiptir einhver máli, skilur, ef það væri einnjana, skilur, þá verður það bara geggja, þá verður við bara góður spjalli og músík. Því við verðum bara að vera þarna fyrir hvort annað, algjörlega, skilur, og ekki bara fólki sem líður geðveitt illa eða, þú veist, það skiptir einhver máli, við þurfum bara að vera þarna, skilur, og það er sjúkt ástand í gangi þarna úti, það er bara sjúkt ástand, börnin okkar að deyja, sko, skiljiði, á öllum aldri, en þú veist, þetta er bara sjúkt ástandana úti og það er ástæðan okkur að þetta dæmi verður að fá að lifa, skiljiði. Því hérna erum við að tala svolítið líf, sko. Þú veist, Guð, ég elska rapp og ég er allstaðar í rappinu, sko. En þú veist, hérna getum við rappað eitthvað, sko, uppbyggild og eitthvað mál. Ég nenni ekkert að fara nýr á klubbun og hlusta eitthvað hvað hann er að nota þessi rappari, sko. Því það er það sem ungu krakkarnir fara að gera og síðan byrja þau að nota það, skilur, út að þau halda þetta sé lífstílinn. Þetta er bara sorglegt, sko. Þannig við verðum að vera hér og tala líf og syngja lífin í fólk. Vera smá fyrirmyndir. Ég reyna, þú veist, ég er náttúrulega algjör kjánið, skilur, það er alltaf, skilur. En ég, þú veist, það er að reyna að setja.
Já, Bjössi þekki það best og ég fæ að vita það mjög gott. En það er gott. Þannig að, já, þú veist, minn vitnisburður bara, skilur, mér langaði að deyja. Guð kom sko bara, þú veist, eins og Mike Tyson og bara kýldi mig í andlitið með kærleik, skilur, bara BOOM! Hann kýldi mig ekki rót, hann kýldi mig einhvern veginn upp. Bara. Og einhvern veginn með honum þá einhvern veginn, þú veist, þá er allt hægt. Og við getum verið aðna fyrir fólki okkar og bara, gæt. Ef að rappa? Gæt. Já, Jæja, herðu, ok. Jæja. Hvað er það kærleikur? Ok, nice. Ég elska ykkur. Tökum það. Lagið heitir Kærleikur. Já. Smára kirkja. Já. Þetta til ykkar. Já. Kærleikur. Því það kærleikur. Því það kærleikur. Já. Svona það, já, ég að leita ást því ég orðið svo þreyttur að vera slást eða fást við eitthvað gaman sem brást ég verð að halda áfram þótt á sund getur verið svo sátt og ég kyns myrkrinu þurft að berjast alla daga fyrir mitt vinnur alltaf fastur í sjálfsneska viljanum og stóttur til að byrja bara byrja hjálp og þegar hjarta brotnaði á sama tíma pústaði saman og ég opnaði fyrir ljósið og þá kom sjón ekki lengur stjórn, engat elska systur mín og bróðir ég þurft að finna þetta, ég þurft að sjá þetta ekki lengur sjálfsöska, núna hugsa náungan þetta líf er ekki einn stórleikur heldur alveg að hamingja og einn kærleikur því það kærleikur sem alltaf nær ykkur sem alltaf fær ykkur til að elska og sína ást kærleikur því það kærleikur sem alltaf fær ykkur sem alltaf fær ykkur til að elska og sína ást sæll og blessaður, jó ekki vera stressaður ekki vera hræddur við að vera elskaður frelsastur brjóttu þessa veggi því í myrkrinu sést þú ekki fastur, ég fangelsi aftur, er lífið orðið erfitt hatur, er eina sem er eftir en manstu eftir að hendi sem að lyftir þér upp til þú liggur gæi sem lýsir svo vel myrkur bræður og systur, það er ekkert mistur það bara alvitur Guð sem að hugsa ykkur og við byrjum og að svara kallinu vitum, hann er alltaf á staðinum já, og ég er aldrei einn, ó nei og ég er aldrei einn, því það kærleikur sem alltaf nær ykkur sem alltaf fær ykkur til að elska og sína ást kærleikur því það kærleikur sem alltaf nær ykkur, já sem alltaf fær ykkur til að elska og sína ást Ég að segja ykkur að þú veist mér skeggja, þú veist eins og Gugga sagði, ég gefst upp á hverjum einasta degi ég gefst upp á hverjum einasta degi, skilur og ég get fengið að velja hverjum einasta degi að hann fær til að velja hvort ég vel kærleikan óttan við veljum kærleikan, af hverju? Því það kærleikur sem alltaf nær ykkur sem alltaf fær ykkur til að elska og sína ást kærleikur því það kærleikur sem alltaf nær ykkur sem alltaf fær ykkur til að elska og sína ást Boom! Því það kærleikur sem alltaf nær ykkur sem alltaf fær ykkur til að elska og sína ást kærleikur því það kærleikur sem alltaf nær ykkur sem alltaf fær ykkur til að elska og sína ást Er ekki allir kærleiksríkir? Boom! Word. Fyrst að ég að tala eða? Fyrst að ég að tala eða? Já, fyrst þú nú með orðið. Nei, Andrés. Já, þú að segja hver við erum. Heyrðu, við í gegnum þetta starf þá varð svona til eitthvað project. Yes. Dagströmmur. Sem var til þess að við þrír fórum að tala saman og ákvaðum að fara að reyna að gera eitthvað tónlist saman. Þannig að gera svo vel, fyrsta lagið. Það er einu sinni enn.
Yeah. Einu sinni Já. hef ég misst þig í burtu frá mér. En veistu, Check. einu sinni Já. þú ert ljósið sem fer ekki fyrr. Nei. Einu sinni enn Já. hef ég sagt okkur nú verið brenn. Ef veldurinn leikvangi, þá kemstu ekki inn í fangið mitt. Og þegar ég fer þangað inn, þá enda ég sem fangið þinn. Ég vildi gæti verið lengur og verið sátt þegar illa gengur. En þegar ást átt já og slæmum við, ég vissi aldrei að ég kæmi með. Nei. Ég vissi aldrei að það væri ég. Nei. Ég vissi aldrei, ég vissi Vissi aldrei. aldrei. Þegar ást átt já og slæmum við, Nei. ég vissi aldrei að ég kæmi með. Nei. Ég vissi aldrei að það væri ég. Ég vissi aldrei, ég vissi Hver? aldrei. Einu sinni Einu sinni enn. hef ég misst þig í burtu frá mér. Ef ég missti. Einu sinni Já. þú ert ljósið sem fer ekki fyrr. Jói. Já. Einu sinni Einu sinni enn. Einu sinni enn. Já. Einu sinni enn. Hey, já, jó ég gleymdi mér á rólinu. Beilaði á fólkinu, ég leitað útópíu. Ég leitað vinum sem ég get greint frá óvinnu. Ég þurfti myrkur til að geta séð í ljósinu. Lendi í leiðindum, reiður áka leiðinni. Með allt til alls og allt til reiður í óreiðunni. Ólst upp á 15 stöðum en fann heimili. Og öllum öðrum nema sjálfum er ég stenglendi. Ég fylgdi martröðum í líki drauma sem lofaði að það yrði ekki dýrt að drauga. Sig sakaði milli lífs og dauða. Gaf skít í drauga, fortíðar og pyrði auga. Og ég sá gull og grænu skóa í fjasta sem gátu fyllt upp í það sem fannst tómt og fannst vanta. Og gat svo svarið að myndu róa mitt hjarta. En ég mætti og þá var tími fyrir Jóa að vakna. Einu sinni Já. hef ég misst þig í burtu frá mér. En veistu, einu sinni Einu sinni enn. Einu sinni enn. þú ert ljósið sem fer ekki fyrr. Come on, yeah. Einu sinni Já. Einu sinni enn. Einu sinni enn. hef ég misst þig í burtu frá mér. En misti. Einu sinni Einu sinni enn. Einu sinni enn. Yeah. þú ert ljósið sem fer ekki fyrr. Misti. Átt já og slæmum við, ég vissi aldrei að ég kæmi með. Ég vissi aldrei að það væri ég. Ég vissi aldrei, ég vissi aldrei. Þegar ástin átt já og slæmum við, ég vissi aldrei að ég kæmi með. Ég vissi aldrei að það væri ég. Ég vissi aldrei, ég vissi aldrei. Einu sinni Einu sinni enn. Einu sinni enn. hef ég misst þig í burtu frá mér. En misti. Einu sinni Einu sinni enn. Einu sinni enn. þú ert ljósið sem fer ekki fyrr. Einu sinni Einu sinni enn. Einu sinni enn. hef ég misst þig í burtu frá mér. En Yeah. veistu, einu sinni enn. Einu sinni enn. Einu sinni enn. Yeah. Margrét. Halló. Hæ, ég heiti Margrét. Ég er mega stressuð, sko. Mér langaði bara að þakka Andresi fyrir að biðja mig um að koma hérna. Og það er svo ótrúlega magnað að Andres er ástæðan fyrir því að ég stend hérna í dag af því að Guð notaði Andres á hárréttum tíma til þess að koma inn í lífið mitt. Eða hann reyndi bara að hringdi í mig, sko.
og en hann vissi ekkert hvað var að fara í gegnum hausinn á mér þegar þetta var. En ég ætla svolítið að byrja á byrjuninni bara, ég ætla að segja ykkur bara hvernig, saga mín svolítið er. Hún ekkert rosalega falleg og hefur alveg verið bara baráttura frá byrjun til, síðan fyrir svona 4 árum, en lífið gerist samt. Ég elst upp í litlum bæ og var fyrir mjög miklu einelti og ég held ég hafi verið bara svona 12-13 ára þegar ég ákveði, þegar ég reyni í fyrsta skipti að taka mitt eigið líf. Og ég var svolítið svona út undan og var lögð mikið einelti og mér fannst ég bara aldrei fitta inn. En sem betur fyrir tókst það bara ekki og ég einhvern veginn held áfram og svo byrja ég bara, deyfa mig með öllu mögulegu. Deyfa tilfinningarna mínar með strákum, með efnum, bara öllu mögulegu. Og svo það fór bara ekki vel. Og þú veist, jú, það var gaman á einhverju tímapunkti en það var fljótt að fara og svo 2009 þá verði ég fyrir misnotkun og ég var svo mikið með svo miklu skömm og ég vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera. Af því að ég kenndi mér svo mikið það að hafa verið á þessum stað, hafa leyft mér að vera þarna og hafa farið í þetta partí og hafa verið þarna að ég einhvern veginn bara, ég verð hætt að drekka. Og ég og þá fór ég meðferð. Ég var ekki að gera neitt, var ekki að gera neitt heiðarlega eða neitt þannig og það enda náttúrulega bara með því að ég fyrir aftur á sama stað. En svo sendir Guð barnið í líf mitt. Ég var sem sagt ólétt og að byrja að vera edrú og byrja að mæta á fundi og eitthvað og ég var inn í samtökunum í 3 ár. Þangað til að ég kynnist Andrési og hann einhvern veginn, Guð sendi hann bara inn í lífið mitt og ég var búin að vera í kirkju í hálft ár eða eitthvað, svona cirka hálft ár. Þegar að ég bara var komin á þann stað að ég bara gat ekki meir. Ég gat ekki meir. Ég bara var gjörsamlega búin, ég sá ekkert, ég lá heima á mér með nýbúin að eiga barn númer 2 og ég var búin að skrifa kveðjubréf, ég var bara búin að sætta mig við það að ég var að fara. Og þá ringi síminn minn og ég nei, ég ætla ekki að svara. Hann pottþétt að fara eitthvað að lesa yfir mér. En eitthvað inn í mér sagði mér að svara. Og þarna, þá einhvern veginn bara, ég veit ekki hvað ég segi eða bara. Þarna byrjar bara einhvern veginn gangan mín með Guði. Og þarna tók Andrés, ég veit að það er ekki mælt með þessu, en Andrés tók mig í gegnum sporin. Af því að ég var bara ekki tilbúin til þess að hleypa neinni konu inn í líf mitt. Þú veist, ég var bara ekki á þeim stað af því að þar höfðu alltaf brugðist mér. Og ég einhvern veginn bara var tilbúin til þess að gera þetta og ég gerði þetta alveg heiðarlega og ég bara öðlaðist þetta frelsi og öðlaðist þessa trú á Jesú og ég einhvern veginn bara, ég fékk bara að fá blómstra. En það sem er svona mín mesta staðfesting á Guði er að svona hálfu ári eftir að ég var búin að gera þetta þá lendi ég bara minni verstu lífsreynslu að barnið mitt veikist mjög alvarlega. Og ég reyni að gera allt til þess að fara með það á spítala og
og er með á spítala og þá fæ ég ásakanir yfir mig sem voru mjög ranglátar og ég einhvern veginn misti bara allt. En ég misti aldrei trúna á að Guð myndi lækna strákinn minn. Og ég misti aldrei trúna á að þetta yrði allt í lagi. Og ég hef gengið, þú veist, hann er í lagi í dag, hann verður ekki einu sinni veikur, eða þú veist, hann er aldrei veikur. Það er bara, hann er fullkomlega heill. En ég einhvern veginn, í gegnum alla þessu lífsreynslu, þá er maður samt alltaf með þessa rödd sem segir manni að maður sé ekki nóg, ég hef ekkert að gefa. Þú veist ekki hvað ég er búin að segja oft um mig í dag, bara, nei, Margrét, slepptu þessu bara, þú veist, það er enginn að vera að hlusta þig, sko. Þú veist, það er alltaf þessi púki á öxlinn á manni sem hann segir bara að þú hafa ekkert að gera en þú þarft að hlusta á Guð. Guð er inn í hjartaniðinu og það getur bara verið einhver inn í salnum sem eða að horfa sem að þarf svo mikið bara að heyra. Hann er bara búin að segja eitthvað stikkorð. Þú veist, viltu koma þessu framfæri ef þú ert þarna? Og við þurfum að, þegar að Guð setur eitthvað í hjarta okkar að koma að tala, þá þurfum við einhvern veginn að stíga eftir því og stíga inn í óttan. Af því að annars festust við og ég þarf svo sannarlega að gera það og ég vil bara þakka ykkur öllum fyrir að vera hérna og þakka Andrési fyrir að hlusta á Guð þegar hann lét hann hringi mig. Af því ég stæði ekki hérna í dag og ég væri heldur ekki búin að fara í gegnum alla erfiðleikana án þess að þurfa að deyja um mig ef að ég hefði ekki fundið Jesú. Ef ég væri ekki búin að skilja hann og væri ekki búin að heyra í honum og þú veist, ég veit þetta er mjög skrítið já, en ég einhvern veginn er alltaf með þessu fullvissu, þetta verður allt í lagi og það sem kom inn í hjarta mitt í þessum erfiðleikum seinast var bara Guð villir alltaf líf til heilla en ekki óhamingju. Og þú kemst alltaf í gegnum erfiðleikana en þú verður svolítið að sleppa tökunum og leyfa Guði. Takk fyrir mig. Já, ég heiti Jóhann Dagur. Ég er alveg nærri búinn að segja eitthvað. Já, ég heiti Jóhann og ég er alkoholisti en þú veist að ég er alltaf á fundum en þetta er ekki fundur. En ég ætla að taka smá lög fyrir ykkur. 2 lög og fyrra lagið að fjallar ég gerði það sko þótt það heyrist ekki alveg beint á laginu en ég var á mjög kaotísku staði í mínu lífi þegar ég samdi þetta lag sko og alveg bara sko ég verðum að tala um ég bara þess að labbaði niður Laugaveginn og þú veist og fólk tók alveg sveig framhjá bara eitthvað, vildi ekki mæta bara hvað zombie er þetta, ég vil ekki mæta þessum manni en ég samt sá það ekki sko, ég leit í spegil og bara djöfull er ég flottur, bara djöfull er ég bestur í heiminum sko. Og þetta lag heitir Bestur í heiminum. Og mátt setja það í gang. Það er mjög mikið af fólki, ég vil að allir inni sem tengi við þetta lag. Mér langar rosalega mikið að fólk tengi við þetta lag. Sérstaklega þeir sem eru sjálfsmálsöguleikum. Því að spegill, segðu mér, hver langbestur í öllum heiminum er? Það er ekki að svara því ég veit hver hann er. Veit að kemur ekki óvart en heitaði ég. Spegill, segðu mér, hver langbestur í öllum heiminum er? Það er ekki að svara því ég veit hver hann er. Veit að kemur ekki óvart en heitaði ég. Ég vaknaði upp frá næstsvefni, lítið spegil og sé mig, þvílík suttaleg heppni. Ég er alveg rándýrar en good shit efni, líður alla daga eins og ég hafi unnið í keppni. Vápa ég er bestur í heimi og það klappar að mér öll byrðan að þessum degi. Fer út að lappum eins og veröldina eigi og allt stoppar og allt fólk í kring lítur við og segir hey, wow, sjáu þennan dút, vá hann lítur út eins og snill, vá hvað hann er smooth. Já, ég veit ég er alveg fáralega cool, þetta lið er alveg oh my god, má ég vera þú?
Djöfull ég alveg stórkostlega stórmennist og glæsilegu töffari sem allir eru góðu við. Allir vinir eða homies, engir óvinir. Fær 2 þumla upp frá sólinni. Spegill, segðu mér, hver langbestur í öllum heiminum er? Að ekki svara því ég veit hver hann er. Veit það kemur ekki óvart en heitaði ég. Spegill, segðu mér, hver langbestur í öllum heiminum er? Að ekki svara því ég veit hver hann er. Veit það kemur ekki óvart en heitaði ég. Ég ranga við mér í bíl og hef ekki hugmyndu hvar ég er og horf í baksinni spegilinn og vá hvað sé ég? Sé eitt frábært eindag, hvað þetta ég laugrétt og ég veit að hinn er sjálf það sem ég sé. Þeir sem eru ósamála veit ekki sé. Öfund alltaf sem ég hitt og sjá stildina mig. Lýsi upp daginu þeirra þegar ég hitt þetta lið. Þau móta sig að því að hafa verið innan mig og þau sem ég chilla með engungu meiri háta menn og meiri háta kvend og við erum öll með meiri máta kenn. Meira ego en gamli og þeir bata í den. Minna svölu fólki dreymir að mega vera menn. Já það alltaf gaman, já og nei. Stelpunnar elska mig og já sömuleiðis. En bara vá, horfðu á mig, spegill, djöfull ég flottur meiri háta báðu megin. Spegill, segðu mér, hver langbestur í öllum heiminum er? Það ekki svara því ég veit hver hann er. Veit það kemur ekki óvart en heitaði ég. Spegill, segðu mér, hver langbestur í öllum heiminum er? Það ekki svara því ég veit hver hann er. Veit það kemur ekki óvart en heitaði ég. Þetta var lagið Bestur í heiminum. Yes. En ég ger einmitt ekki bara lög að vera bestur. Ég sem líka tónlist ofbeldi, klám, dóp og glæpi. En næsta lag ekki neitt af því. Ég náttúrulega í kirkju. En næsta lag einmanaleika og heitir Hey Houston, það vandamál. Og þú mátt bara setja það í gang. 1, 2. Ok, já. Hey Houston, það vandamál. Hlaunal að sólinni og skaust allt og hratt framhjá. Ég fastur út í geim og ég þarf að fá góðan andadrá. Kann hvorki kvenna né mannamál. PS ég að þakka hjálp. Ekki stjarta í stjörnuhrap. Rætt ekki aftur á jörðina. Endaði einhverjum himni en samt ekki sjöunda. Man ekki hvernig, ég man ekki söguna. Hugar fann örmingla, súrindi spyrjundur á drótum. Ég get ekki gefið þau böndina. Kann ekki að útskýra stöðuna. Almenni legi þar stöðina. Ætlaði í rétta áttin fór óvart í öfuga. Ekki lengur í takt við alvöruna. Að þessi veikra gæti trufla förina. Væri ekki svona örmagna ef ég sagði alla stjórnina og heyrði meira en þögnina. Man ekki kóðana mér, hvorki töluna, néttalna röðina. Ég heyri ekki hljóðið í mér. Hver einasta tilfinning eitthvað svo ólýsanleg. Ég sakna mér því ég orðin svo ólíkur mér. Of langt síðan ég gef sólina sér. Langt síðan ég var á jörðina krókna í skel. Einmanna hvít ég tók enga óvinni með. Oppas í óvitin ég, ábyrðin ósýnileg. Það enga ró fyrir mér, nema hún fjari út hraðar ljósið mitt fer. Reyndi að kyngja stolti en það stóði við mér. Leitað að plánetu neta sem fólki veit vel. Já, og það muni skrifa í sandinn, hann Jói var hér. Já, hey Houston, það vandamál, ég flaug lengst út í geim. Mér kalt og ég finn ekki leiðina heim. Allt og lengi búinn að leika með eittar greiðari leit þangað sem ég get legið og treyn. Hey Houston, það vandamál, ég flaug lengst út í geim. Mér kalt og ég finn ekki leiðina heim. Allt og lengi búinn að leika með eittar greiðari leit þangað sem ég get legið og treyn. Hey Houston, það vandamál, flaugun að líta hvern einasta taka á og ég ekki að fatta þá. Eina sem ég get gert að slaka á, ég sakna smá þess sem ég ákvað að bakka frá. PS ég að þakka hjálp. Á sveim ég reika fljótandi íþyngda leysinu. Skoða hvern einasta krókakima sem ég finni að heiminum. En ég finn ekki aðra geimveru. Finnst það svo vel fyrir veikindum. Finn hvað ég alltaf ótegður raunveruleikar. Vil spila raunveruleikinu, man ekki leikar. Finn fyrir deyfingu.
finn ég stoltur á stöður hreyfingu pilsópi fyrir að gleyminu finn fyrir einveru finn ég lára á eldsneituru líður svo flókið samt ég einfaldur leiði svo dótjöf og líklega til þess að komast frá leiðundur reyni að vera ekki neikvæður því ekkert endist að eilífu finn fyrir einhverju sem nær að fullkona mig tekist þig upp með allt sitt ekki sem tuska mig til með hverjum degi sem líður við rugglaðari uppgöta því svo allt ómikið sjálfa mig búinn að eldast en samt ég ekki neitt fullorðnari hætti að telja árin þegar þau urðu 25 5. klassarnir skuggalegir ofvetrarbrautinni dimminni fyrst á fullri ferðin þó ég sjái ekkert fyrir stjörnuþokunni veipa gufukvól við og sé undir og stómmerki en ég samt undrast ekki ófærsvæð vísbendingu sem ég spurði ekki Guðlegðu lið Í Houston, það vandamál Ég flaug lengst út í geng Mér kalt og ég finn ekki leiðina heim Allt og lengi búinn að leika mér einhver greiðari leitanga sem ég get leigið og dreymt Hey Houston, það vandamál Ég flaug lengst út í geng Mér kalt og ég finn ekki leiðina heim Allt og lengi búinn að leika með einhver greiðari leitanga sem ég get leigið og dreymt Hey Houston, það vandamál Flaug lengst út í geng Mér kalt og ég finn ekki leiðina heim Allt og lengi búinn að leika með einhver greiðari leitanga sem ég get leigið og dreymt Takk fyrir mig En annars segir svo En eins og Gunni sagði á hann ég er rosalega mikið af fólki í hans lífi að ég hverfa burt og allt henni svona manneskjur sem ákveðu að vera ekki lengur með að lifanda og elsti bróðurinn af mömmu hann stytti sér aldur daginn sko og hann var bara svona það var alveg það var rosalegt sjokk, þetta kom mér jafn mikið samt og óvart og þetta kom mér ekki óvart af því að hann var búinn að vera alveg í hann var búinn að vera að glíma við alveg bara sko rosalega mikið neyslu vandamál bara síðan hann var lítill sko sem alveg lengur en ég hef verið til og þetta var alveg en hann samt sko hann samt eina manneskjan bara í allri ættinni minni sem var alltaf að segja mér að Guð væri til. Hann var eini einstaklingurinn bara sem vissi bara alltaf að Guð væri til. Og ég man bara þegar ég var svona 15 ára gamall eitthvað kíkja heimsókn til hans að reykja hass bara fyrir hvað það var svona 2005 eða eitthvað þá var hann alveg bara þú veist sko að Guð hann er til þannig að þegar þú ferð í AA einn daginn, ég veit þú ferð þangað einn daginn og bara veistu það að Guð er til og ég náttúrulega ég var bara 15 ára ég bara hann er bara eitthvað keksaraði sko þú veist, var búinn að segja mér ógeðslega oft sögu að því þegar hann ég keyrði til þegar keyrði til Hveragerðis eða eitthvað og hann gat svo svarið að hann var ekki að keyra bílinn heldur Guð og eitthvað svona þú veist en nú hefði ég samt vitað þá það sem ég veit núna þá hefði ég verið alveg bara þá hefði ég alveg trúið á hann og verið bara herðu þú segir nokkuð bara það er alveg rétt hjá þér en þetta var svona sko leiðilegt hann hafi ég ákveði að fara þessa leið út sko því hann átti 3 dætur og hann átti alveg 4 eða 5 barnabörn og þetta var svona en reyndar ég vissi ekki að hann ætti 3 dætur fyrsta dóttir hans hann var ættleidd í burtu sko því það var rugla honum á í barsmóðurinni en ég var á staðinu þegar hann hitti hann í fyrsta skipti og í áttræðisafmælinu á ömmu og þá var rosalega þá var útlitið á honum alveg hræðilegt hann mætti alveg bara í kraftgalanum var vaggandi í áttræðisafmæli á mömmu sinni og bara með eitthvað blóm sem hann fann á okkur í leiði og þetta var svona og þetta var bara mjög sárt að horfa á mann bara á þessum stað svona fígúra sem ég er búinn að þekkja bara í mínu lífi alla ævi
og þetta var sen skipt sem ég sá hann. Þannig að þetta kom mér þannig sé ekkert óvart, en samt kom þetta mér svo rosalega mikið óvart, bara að fólk skuli gera þetta svona nálægt mér. Það hefur enda skeið áður þegar fyrirverandi fyrirfór sér, en við vorum samt hætt saman, en þetta samt svona, það bara, af hverju er manneskja sem var svona mikið fyrir mér að gera svona lagað, ég var náttúrulega svo rosalega sjálfhverfur að bara, af hverju er fólki að gera mér þetta, en núna þegar maður sér heiminn aðeins út frá betra sjónarhorni, þökk sé minni andlegu reynslu og andlegu vakningu. Þannig að eitt af því fyrsta sem ég bað Guð bara einu af mínu fyrstu bæningu, bað ég Guð betri siðferðiskennd og hann gaf mér hana. En núna þegar ég hef þannig sé ekkert meira til að biðja hann þá biðja ég fyrir öðrum. Þá ég hef ekkert, ég bara, hvað get ég eiginlega biðja Guð ekki neitt, en ég get samt biðja hann að til dæmis þessum líði betur, eða þessum, og allt þannig. Hann er búinn að gefa mér allt sem ég þarf. Ég get að segja bara, ég elsku Guð, það er til að gefa mér bílpróf, en þegar ég þarf það ekkert. En bara, ég veit ekki, einhvern veginn vona ég geti, ef ég gæti bara eitthvað svona ítt á eitthvað svona takka á veruleikanum sem að svona fængi alla sem vilja drepa sig til að hætta við og allt svoleiðis, þá myndi ég gera það. Bara, því miður er þessi takki ekki til, þannig að ég bið bara fyrir fólkinu sem ég þekki sem að líður alveg hræðilega. Og það og ég vona í mínar bænir ég hafi það vægi að það er ég berist að Guð ég nái að